Góðir fundargestir, ég ætla að byrja á því að óska SAF og öðrum aðstandendum þessara ráðstefnu til hamingju. Ég er búinn að sitja hérna frá því í morgun og notið ásamt ykkur mjög fróðlegra og góðra erinda sem ugglaust verða til þess að hjálpa okkur í ferðaþjónustunni til þess að bæta okkar rekstur í framtíðinni. Ég ætla hér að fjalla álagsstýringu sem aðferð til að auka hagsæld eða ábata af ferðaþjónustunni. Og minn tónn verður svona heldur öðruvísi heldur en það sem við hlýtt á í morgun, sem voru svona praktískar útfærslur á einstökum stöðum. Og ég mun þess í stað reyna að fjalla grundvallaratriði málsins á eins einfaldan hátt eins og mér unnt. Nánar tiltekið mun ég fjalla það hvers vegna við þurfum álagsstýringu. Það svona bætir við það sem var rætt hér í morgun. Síðan mun ég tala það hverslags eða hvaða álag hæfilegt á hverjum stað, á hverjum tíma. Og síðan fara örfáum orðum það hvernig best að stýra álaginu. En það tóldið nokkuð flókið viðfangsefni og ég get ekki farið djúpt út í það á þessum takmarka tíma sem ég hef. Svo ég geng beint til vegs, hvers vegna þurfum við álagsstýringu? Fyrsta atriðið það að ferðaþjónustan nýtir í mjög ríku mæli sameiginleg gæði lands og þjóðar. Meðal þessara gæða eru náttúra landsins, þar á meðal náttúruperlur, náttúrustaðir og annað slíkt, en líka innviðir landsmanna, flugstöðvar, hafnir, vegir, heilbrigðiskerfið, löggæslukerfið, öryggiskerfið og svo framvegis. Og þar sem þessi gæði eru öll takmörkuð, náttúran ræður sér sjálf og við getum litlu hana breytt, þá við getum nýtt hana betur með ýmsum aðgerðum. Innviðirnir eru á hverjum tíma í ákveðinni stöðu og það tekur tíma að endurbæta þá. Sem sagt á hverju andartaki þessi gæði takmörkuð og þess vegna veldur notkunin á þessum gæðum því sem við köllum í hagfræðinni neikvæðum ytri áhrifum. Það að segja notkun eins dregur úr notkunum möguleikum annars. Alveg frá fyrsta manni og síðan upp úr og eftir því sem fleiri að nota tiltekin gæði, þeim mun sterkari verða þessi áhrif. Og þetta sérstaklega alvarlegt hvað snertir náttúrugæðin því að þau eru oft illa eða ekki afturkræf. Það að segja það hægt að vinna þau spjöll á náttúrunni að það náist aldrei tilbaka. Neikvæð ytri áhrif að þessu tagi sem ég hef verið að lýsa valda ofnotkun og þar með kostnaði. Ofnotkunin stafar að því að hver og einn sem að nýta hann verður aðeins fyrir hluta af þeim ytri áhrifum sem hann veldur, satt að segja mjög litlum hluta og þess vegna nýtir hann viðkomandi gæði meira heldur en hæfilegt fyrir heildina og veldur öðrum kostnaði. Og þetta gera allir og þess vegna verður ofnotkun og mikill kostnaður. Og flest bendir til þess að þessi kostnaður sé mjög mikill á svona þjóðhagslega mælikvarða og í hlutfalli við ábatana af ferðaþjónustunni. Það að segja henni mælda ábata í þjóðhagsreikningunum. Hverjir bera þennan kostnað? Það er í fyrsta lagi ferðamennirnir sjálfir. Þeir verða fyrir lakari upplifun heldur en ella væri eða væri ekki svona margir á staðnum og náttúran í betra ásigkomulagi. Fyrirtækin í ferðaþjónustu bera líka hluta þessum kostnaði. Það kemur fram í minni eftirspurn eftir ferðum vegna hinna ytri áhrifa sem ferðamennirnir verða fyrir og þess vegna verður afkoma fyrirtækjanna að samaskapi lakari. Semst eftirspurnin dregst saman, þess vegna hlýtur afkoman að rýrna. Og í þriðja lagi kostnaðurinn borinn af fólkinu í landinu, sem eru jafnvel hvorki í ferðaþjónustu né ferðafólk. Þeir þurfa að búa við meiri þröng í notkun þeirra á innviðum, lakari þjónustu innviðana á mann, minni ferðamöguleikar og ef til vill minni náttúruauður á þessum ferðamannastöðum
til frambúðar. Ég ætla að freista þess að reyna að útskýra þetta með einföldum myndrænum hætti, svona eins og hagfræðingum er tamt að gera. Hér er línurit sem lýsir út eftir láréttásnum fjölda heimsókna á einhver tiltekinn stað. Þetta er fyrir tiltekinn stað. Hann getur verið lítill, hann getur verið stór. Og upp eftir lóðréttásnum eru bara verðmæti. Og þá getum við talað einhverja tekjur sem verða til fyrir einhver aðila, kannski þjóðinni í heild eða kannski bara fyrirtækin sem er í þessum rekstri. Og þessar tekjur fara vaxandi með fjölda heimsókna, en það vaxa hægar vegna þess að þegar fjöldi heimsókna vex að þá verða greiðslu fyrir hverja heimsókn minni heldur en ella væri. Fyrirtækin, ef við horfum á þetta línur frá sjónarmiði fyrirtækja, verða síðan fyrir sínum kostnaði við það að reka ferðaþjónustuna og sá kostnaður hann fer vaxandi og eins og þarna er lýst, hann þarf ekki endilega að vaxa hraðar og hraðar eins og þarna er lýst, en það er líklegt að það sé þannig, það nægir að hann vaxi og hann mun vaxa með fjöldanum og í ákveðinni stöðu þar sem kostnaður fyrirtækjana er jafn heildartekjunum verður einhvers konar hagrænt jafnvægi. Þetta er það sem oft er kallað jafnvægi við fullkomna samkeppni. Og í þessum punkti er nánast engin hagnaður, eða mjög lítill hagnaður. Það verða fyrirtæki sem eru betur en önnur sem hafa einhvern hagnað, en fyrirtækjana jafnað hafa engan hagnað. Og ástæðan er svo að ef fyrirtækjana jafnaði hefðu hagnað, þá myndi fleiri fyrirtæki koma inn í greinina og reyna að auka fjölda heimsókna. Þannig að í þessum punkti myndast jafnvægi fyrirtækjana og ferðaþjónustunnar á þessu markaði, sem þarna verið að reyna að lýsa. Ef það er ytri áhrif, neikvæð ytri áhrif til staðar, þá valda þau áhrif viðbótarkostnaði sem lýst er með þessari viðbót ofan á einkakostnað fyrirtækjana sem þarna er lýst. Og þá sjáum við að í þeim jafnvægispunkti sem greinin myndar við M0 eða M gráður verður þjóðhagslegt tap upp á umtalsverða stærð miðað við þetta línurit. Auðvitað getur þessi kostnaður ýmist verið hærri eða lægri. Og það er jafnvel hugsanlegt að það séu jákvæð ytri áhrif af ferðaþjónustu, þau eru vissulega til staðar, en ef þau verður nægilega mikil að þá myndi þurfa að draga frá hinum þjóðhagslega, þá myndi þurfa að draga ytri áhrifum frá einkakostnaði fyrirtækjana. En hér er þessu lýst með á grundvelli þeirra forsendu að neikvæðu ytri áhrifin séu yfirgnæfandi og þá er þetta útkoman. Og þá sjáum við að greinin sem hefur tilhneigingu til að þróast yfir í M gráður eða M með hring mun mynda þjóðhagslegt tap. Það er að segja fyrirtækin hafi engan hagnað og við það bætist eða frá þeim enga hagnaði er dregin kostnaður vegna ytri áhrifa sem allir verða fyrir meira eða minna og þá er þjóðhagslegt tap í þessum punkti. Og við sjáum kannski þegar af þessu línuriti að hagkvæmsti fjöldi heimsókna er miklu minna heldur en þessi M með hringi. Þið sjáum þarna fyrir neðan að þá getur verið góð afkoma eða afkoma umfram kostnað með ytri áhrifum við talsvert lægra M eða lægri fjölda heimsókna. Svo, niðurstaðan er bara þessi án álagsstýringar, þá verður ánægja ferðamanna minni, hagnaði fyrirtækjanna verður minni, verg landsframleiðsla verður mjög líklega minni, það er að segja minni hagnaði fyrirtækja, en það er hugsanlegt að virðisauki vegna laun og annarra greiðslna gæti verið meiri við fleiri ferðamenn, en ólíklegt að svo sé, og ábati þjóðarinnar í heild minni og jafnvel hugsanlega neikvæður. Ég er ekki að halda því fram að íslensk ferðaþjónusta í heild sé komin í þessa stöðu, en öll hagrænu öflin í dæminu þau eru að þrýsta ferðaþjónustin í þessa átt nema við tökum upp álagsstýringu. Og hún þarf auðvitað að vera skynsamleg og rétt framkvæmd eins og var rætt hér í morgun. Þá vaknar spurningin það hvað er hæfilegt álag og svarið er hæfilegt álag fer eftir stað og stund. Það er mismunandi eftir mismunandi stöðum og mismunandi tímum, árstímum og jafnvel tímum dagsins eins og við heyrðum í morgun. Frá fræðilegu sjónarmiði er sá fjöldi heimsókna þar sem hreinn þjóðhagslegur ábati er í hámarki
það rétta. Og við svona til hægðarauka köllum það bara M með stjörnu fyrir staðnúmer I á tíma T. Og einföld myndræn útskýring á þessu þetta er myndin sem við höfðum áðan. Ef við veljum nú hæfilega álagstýringu við þessa M-stjörnu, þá fáum við hreinan ábata af þessum rekstri sem nemur þessu sem þarna er lýst á myndinni. Og sá ábati mun skiptast á milli fyrirtækjana í einhverjum hlutföllum, ferðamannanna sjálfra og þjóðarinnar sem verður fyrir hinum neikvæðu ytri áhrifum. Sem það verða minni neikvæð ytri áhrif og þess vegna hagnast þjóðin þó að ég sá hluti þjóðarins sem hvorki eru ferðamenn né að reka fyrirtæki ferðaþjónustu hagnast þessa breytingu. Þannig að það er svona heildar ábati í dæminu. Ef við erum í M0 þá er óhæfilega mikil þröng og umhverfisspjöll á ferðamannastöðunum og kannski á innviðunum líka. Það er þjóðhagslegt tap og hagnaður í námynda við 0. En ef við veljum skynsamlegar aðgangstakmarkanir og förum í M með stjörnu, þá fáum við minni þröng, minni umhverfisspjöll, örugglega þjóðhagslegan ábata og góðan hagnað fyrirtækjana. Nú, hvernig getum við fundið þessi M með stjörnu eða besta fjölda heimsókna á hverjum stað á hverjum tíma? Þá þurfum við gögn og mælingar. Við þurfum að geta mælt þetta tekjufall sem ég dró upp á myndinni. Við þurfum að geta mælt kostnaðarfalli. Við þurfum að geta mælt ytri áhrifin. Og þetta er hægara sett en gert og kostar verulega mikla rannsóknir eins og að drepið á hér í morgun. En að mínu viti að þá mun upplýst mat kunnáttu fólks á viðkomandi stað og hugsanlega með aðstoð einhverra sérfræðinga samt sem áður koma sæmilega nærri svona hæfilegasta fjölda án ítarlegra rannsókna. Ég held að dæmið liggi í langflestum tilfellum þannig að það sé hægt að velja álagstakmarkanir eða álagshömlur, álagsstýringu sem er miklu betri heldur en það sem er, þó það sé kannski ekki nákvæmlega það sem hámarkar ábata. Og hvernig þá hagkvæmst að stýra? Það er flókið mál. Hér eru nokkur grunnprinsip. Þá ekki að setja beinar magntakmarkanir. Þá ekki að segja svona margir koma af stað og þeir sem ekki koma af stað, þeir verða bara að sitja eftir með sárt ennið vegna þess að því fylgir margvíslegur þjóðhagslegur kostnaður því að menn munu bítast það að koma af stað, vera í biðröðum og leggja annan kostnað til þess að fá þennan aðgang sem veitir þeim ákveðið hagræði. Þess í stað er miklu betra að nota það sem ég kalla hérna markaðsleið sem er raun og veru birtist í því að það verður ákveðið verð fyrir aðgangin. Það þarf að kaupa aðgöngumiða eða útvega sér aðgöngumiða, aðgangsleyfi með einhverjum ákveðnum hætti. Og þetta verð þarf að vera þannig að M með stjörnu, það er að segja besti fjöldi á hverjum tíma á hverjum stað, því sem næst raungerist. Þetta er ekkert ósvipað því þegar menn eru bara að verðleggja vörur sem eru til í takmörkuðu magni. Að þessu sögðu þá eru ýmsar markaðsleiðir í boði og það sem ég sé á það bil 1 mínútu eftir að þá er ein leið sú sem hefur til dæmis verið notuð í sjávarútvegi sem sagt sú að þeir sem hafa verið að nýta þessi gæði, reka ferðaþjónustu fyrirtæki, flytja fólk á ákveðna staði með ákveðnum tímum og með ákveðnum hætti, þeir myndu fá réttindi til þess að halda slíku áfram innan þeirra heildarmarka sem yrðu sett og heildarmörkin yrðu líklega sett í samræmi við þessa meginreglu sem ég lýsti en af aðilum sem að reka viðkomandi staði. Þeir eru best til þess hæfir að átta sig á því hvar þessi heildarmörk ætti að vera og hvernig þau eiga að setja og hvernig eiga að skipta mörkunum niður á ákveðin undirsvæði á þeim ferðamannastað sem þau eru að stýra. Þökk fyrir áheyrnina.